UNICEF-hreyfingin verkefni fyrir skóla og heimili og nemendur sem koma öll saman til þess að safna til styrktar starfsemi UNICEF. Það fer þannig fram að skólinn pantar gögn frá UNICEF sem við sendum að kostnaðarlausu. Börnin fá svo sína nánustu til þess að heita á sig á meðan þau hreyfa sig til styrktar þurfandi börnum allan heim. Fyrir hverja vegalengd sem börnin hlaupa, sem skólinn hefur ákveðið, fá þau apa í abakverið sitt. Og fyrir hvern apa í abakverið fá þau svo áheyrn. Saman blandar verkefnið í rauninni útivist og fræðslu réttindi og stöðu barna í heiminum. Hvernig gekk svo að skipuleggja viðburðinn? Það gekk mjög vel. Við fengum öll gögn frá UNICEF og kennararnir voru allir bara mjög til í að taka þátt í þessu. En börnin? Og börnunum fannst þetta mjög spennandi. Hvað eru þið að gera hérna í dag? Hlaupa fyrir styrkja UNICEF. Hvað gerir UNICEF? Það hjálpar fátækum börnum í Afríku og í Asíu líka. Fyrir UNICEF til að hjálpa börnum í öllum heimi. Hvernig það? Bara gaman. Já. Heldurðu hjálpi mörgum börnum í dag? Já. Ertu búin að hlaupa mikið? Ég á 3. hring. Og ertu orðin þreytt? Nei. Hvað ætlarðu að hlaupa mikið? Helst allan bæklingin, 12 hringi. Við erum búin að hlaupa 12 kílómetra til þess að safna peningi til að hjálpa börnum í útlöndum. Já. 12 kílómetra, má ég sjá hvað eru búin að koma marga miða? Við erum búin að klára bókina. Já. Vá, og eru þið ekki þreyttir? Jú, ég hef 1200 krónur fyrir eina ferð og það eitthvað rosa. Ég titra alveg með þessi fótinu. Ég líka. Það eins og ég hef enga fóta lengur. Vitið þið af hverju það að hjálpa þessum börnum? Já. Af hverju? Af því að þau þurfa eins og vatn og mat. Eigið þið nóg af vatn og mat? Já. Hvernig finnst ykkur að geta þá gefið öðrum sem eiga ekki nóg? Gaman. Mynduð þið gera þetta aftur? Já. Mér finnst rosalega gaman að vera að vita að ég er að hjálpa öðrum og mér langar að öðrum líði vel og eiga ekki að deyja bara strax. Og þau geta kaupt lyf fyrir þau sem hafa ekki fyrir því og eitthvað annað. Haldið þið hafi ekki hjálpað mörgum börnum í dag? Jú. Í raun, hinn kennslufræðilega hugsun á baku verkefnið þríþætt. Að það séu til staðar upplýsing, ígrundun og aðgerð. Það er að segja að börnin fái upplýsingar, fái tækifæri til þess að mynda sér skoðun og fái svo annað tækifæri til þess að fá útrás fyrir þessa skoðanir sínar. Við vonum sem sagt að þetta verkefni muni vera til þess að vinna gegn aðgerðaleysi og svona þeirri óvirkni sem oft ríkir hjá manni gagnvart þessum stóru vandamálum sem í heiminum. Verkefni hvetur til samfélagslegrar virkni og samfélagslegrar meðvitundar. Fjöldi skóla heldur íþróttadaga nú þegar og það því upplagt að flétta UNICEF-hreyfinguna inn í þá daga, hvort sem að hausti eða vetri eða vori. Það gerir daginn líflegri og ljáir honum markmið og börnunum finnst gott að gefa af sér og þau geta vaxið mikið og dafnað af því.